Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja 11. júlí 2024 hér í Ráðhúsinu klukkan 17 og þetta fundur númer 1608. Bæjarfulltrúin Helga Jóhanna Harðardóttir boðaði forföll og í hennar stað tekur Hildur Rún Róbertsdóttir varabæjarfulltrúi E-lista sætið hennar. Á dagskrá fundarins eru 8 mál og þau eru þessi: 1. Tjón á neysluvatnslögn. 2. Aðkoma sveitarfélaga að nýundirrituðum kjarasamningi á almennum markaði, stöðugleikasamningi. 3. Goslokahátíð 2024. 4. Bæjaráð Vestmannaeyja, fundur númer 3218. 5. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 386. 6. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 305. 7. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 307. 8. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 404. Og þá tökum við fyrir tjón á neysluvatnslögn sem er fyrsta dagskrármálið. Eyþór Harðarson. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Tjón á neysluvatnslögn. Við erum búin að ræða margsinnis tjónið og afleiðingar þess bæði í bæjaráði og bæjarstjórn síðan atvikið átti sér stað síðastliðið haust. Unnið hefur verið að undirbúningi nýrra lagnar samhliða greiningu á þeim möguleikum sem uppi hvað varðar viðgerð á tjónuðu lögninni. Undirbúningur nýrrar vatnsleiðslu varð auðvitað flóknari þegar óljóst var hver bæri kostnað af viðgerð tjónuðu lagnarinnar. Málið er erfitt og mikla fjármuni er að tefla, auk þess sem afgreiðslutími á vatnsleiðslum er langur. Til dæmis þessi 4. lögn NSL 4 sem er svona nafnið fyrir þessa almannavarnalögn, sem ef hún ætti að vera sambærileg og NSL 3, þá erum við með fyrsta mögulega lagningatíma á þeirri lögn 2026. Því miður er veröldin bara svona með sælagnir eða rör sem þykja nógu öruggar til að flytja vatn hérna milli lands og eyja. En við erum að tala fyrsta lagi sumarið 2026. Það kom upp núna fljótlega í vor hugmynd að mögulega væri önnur gerð af vatnsleiðslu sem væri til og geti hentað í þetta verkefni og við fylltumst bjartsýni að væri hægt að leggja þá lögn jafnvel síðsumars 2024, sem var náttúrulega óskastaða að geta lagt nýja lögn hérna núna á þessu sumri, og það var eiginlega of gott til að vera satt í rauninni. Þegar var farið að kanna betur með það, bæði það að tíminn var nú svona að renna frá okkur hvort þetta væri hægt að leggja þetta í lok ágúst eða í september, því að hingað til hefur nú verið talað að ef að menn ætla að leggja eitthvað hérna milli lands og eyja þá velja menn ykkur tímabili úr miðjum júlí til loka júlí til að tryggja sem væri líklegasta besta veður til þess að sinna því að þessi skip sem að vinna þessa vinnu eru ótrúlega dýr og það þýðir ekki að vera með þau hérna á kajanum hálft haustið og bíða eftir veðri. En það sem hefur komið upp í því þegar átt að fara, hvað maður að segja, gangi það að kaupa þessa lögn sem þótti nægilega góð, mikið ódýrari, að þá er einhverjar í spekkunni á þeirri lögn þannig að það er ekki tryggt hvort hún henti, hvort hún er of létt í sjónum og hvort hún myndi grafa sig ofan í sandin eins og hinn lögnin og meðan við fáum ekki betri svörum að sú lögn henti, þá er auðvitað ekki hægt að eyða milljarði eða 1,5 í að leggja þá lögn, þó hún væri ódýrari típa, en sú lögn, ef að það kemur í ljós að sú lögn henti, ef að sérfræðingar myndu ábyrgjast það, þá ætti sú lögn að vera möguleg 2025. Ég held að það sé nú eiginlega svona bjartsýnasta planið í þessu.
En málið einnig erfitt í bæjarfélaginu því margir koma að málinu á einn eða annan hátt. Þetta viðkvæmt mál. Það eru vonbrigði hvernig forsvarsmenn vinnslustöðvarinnar hafa komið fram í fjölmiðlum og sýnt bæjarfulltrúum að mínum mati lítilsvirðingu með framkomu sinni. En málið flókið og verður leyst fyrir dómi, allavega með viðgerðu, með tjónuðu lögnina. Það val vinnslustöðvarinnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vil bara fá að byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni varðandi það að ég var fyrir vonbrigðum með það hvernig forsvarsmenn vinnslustöðvarinnar tala til bæjarstjórnar í þessu máli vegna þess að við höfum ekki gert neitt annað en að vanda okkur í öllu þessu ferli, hvað við látum frá okkur og hvernig það gert. En í ljósi umræðunar þessi tryggingamál og meðal annars kom það fram á aðalfundi vinnslustöðvarinnar og birt hér í miðlum hér í Vestmannaeyjum að Vestmannaeyjabæ hefði verið í lófa lagið að tryggja lögnina fyrir skemmdónum sem aðrir eða vinnslustöðin gerði á lögninni. Og það vita það náttúrulega allir og maður þarf ekki að vera neitt sérfræðingur í tryggingum til þess að vita það ef þú veist hver skemmdi eitthvað þá eru tryggingarnar þínar ekkert að fara að borga það fyrir viðkomandi aðila. Og hvað þá í þessu tilviki, þar sem það svona því hent fram að við höfum verið kærulaus og við höfum ekki tryggt þetta. Þessi lögn var nú lögð 2009 og það var nú enginn sem hér í bæjarstjórn sem satt þá við borðið til að ákveða það hvort að þetta skoða tryggingamál eða tryggit eða ekki. Og ég alveg viss það að þeir einstaklingar sem voru þar hafi gert það og komist að þeirri niðurstöðu sem ég fengi staðfesta að til dæmis á Landsnet rándýr neðansjávar lagnir hérna á milli sem við vitum að kostaði til dæmis milljarð að laga síðasta vetur eða 23. Staðan bara einfaldlega þannig að þeir eru ekki með neitt nema náttúruhamfaratryggingu. Það engin með neina tryggingu á neðansjávarlögnum því næst sem við höfum komist. Við erum búin að láta kanna þetta fyrir okkur og við erum búin að fá staðfestingu frá 3 aðilum og meðal annars Landsneti að þeir eru bara með skyldutryggingar. Og mér finnst þetta að tala með þessum hætti að hér sé stundu bara eitthvað kæruleysi, gagnvart eignum bæjarbúa, þetta bara fyrir neðan allar hellur og fyrir neðan virðingu vinnslustöðvarinnar. Þetta fyrirtæki skiptir okkur gríðarlega miklu máli í þessu samfélagi og ég tek algjörlega undir með bæjarfulltrúa Eyþóri Harðarsyni að málið okkur erfitt. Þetta eina af stoðunum í okkar samfélagi og það voru mjög þung skref fyrir okkur sem bæjarfulltrúa, sem bæjarstjórn að þurfa að leita réttar okkar fyrir dómi. En til hvers við kosin? Við erum kosin til að gæta hagsmuna íbúa Vestmannaeyja sem ef við förum með þetta yfir á fyrirtækjamál, hluthafar okkar. Hvert okkar hlutverk? Að segja, vinnslustöðin hefur sagt að hámarki mun tryggingafélagið, nota bene ekki vinnslustöðin sjálf, mun tryggingafélagið greiða alltaf 360 milljónir. Eigum við þá að segja, já, tjónið að minnsta kosti 1500 milljónir, það krafan okkar, já við látum þetta bara duga. Við getum það auðvitað ekki. Við eigum engra kostavöl, annað en að leita réttar fyrir dómstólum, leita réttlætis. Og það ömurlegt að þurfa að gera það. Og það enginn hér í þessari bæjarstjórn sem tekur það léttvægt. En við varum algjörlega að bregðast okkar skildum ef við getum líða að gera það. Og svo bara finnst mér rosalega mikilvægt að það komi líka fram að þetta hefur nú komið fram í viðtali við framkvæmdastjóra vinnslustöðvarinnar að við ættum nú bara fara bara að huga því að reyna að leggja þessa leiðslu og láta lögfræðingunum að rífast að það auðvitað ekkert svo einfalt Við þurfum að vera á öllum vígstöðum og eins og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson fór yfir, þá þvílík vinna í gangi bæði með viðgerðina á lögninni sem tjónaðist og nýju almannavarnalögninni. Og þetta bara ekkert svona hilluvara sem maður fer út í búð og kaupir.
og svo erum við auðvitað að vinna eftir viljayfirlýsingu með HS Veitum sem var að undirlagi innviðaráðuneytisins. Við erum algjörlega að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja það að hlutirnir gangi upp hérna. En við getum auðvitað bara ekkert sætt okkur við það að það sé á reikning bæjarbúa. Það bara gengur ekki og bara eins og ég segi, bara eins ömurlegt og það að þurfa að stíga sér skref, þá verðum við að gera það, annars verðum við að bregðast okkar skildum. Þetta 1,5 milljarður. Þetta einhver smápeningar. Og ég ætla að vona það, að hluthafar vinnslustöðvarinnar sjái sér hag í því að taka samtali við sveitarfélagið eins og við höfum margoft óskað eftir, en stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa hafnað fyrir hönd stjórnar og hluthafa. Og bara svo ég ítrekki það enn og aftur, þetta eru þung skref fyrir okkur, eitthvað sem við myndum ekki vilja vera standi í. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið ætla ég að lesa hér eftirfarandi innbókun. Frá því að NSL 3, neysluvatnslögn 3, tjónaðist alvarlega síðastliðið haust hefur farið fram mikil vinna við að meta umfang tjónsins og undirbúning að viðgerð leiðslunnar. Óvissa tjónabætur hefur eðlilega tafið allt ferlið þar sem miklar fjárhæðir að ræða. Samhliða þeirri vinnu hefur verið unnið að undirbúningsvinnu almannavarnalagnar NSL 4, það að segja neysluvatnslögn 4, þegar endanleg viðgerð á NSL 3 fer fram. Þá æskilegt að vatnsflutningur verði nægur til Vestmannaeyja. Svo að það gangi eftir hefur verið í skoðun að leita allra leiða til þess að leggja NSL 4 sem fyrst. Afhendingatími á sambærilegri vatnslögn og NSL 3 ekki mögulegur fyrir sumarið 2026. Þess vegna hefur verið í skoðun aðrar gerðir af vatnslögn sem mögulega hefði verið hægt að leggja milli lands og eyja sumarið 2024 vegna skemmri framleiðslutíma. En vegna óvissu varðandi tæknilegar útfærslur á þeirri leiðslu ekki mögulegt að taka ákvörðun lagningu hennar á þessu stigi málsins og þess vegna ekki hægt að leggja hana núna í sumar, það að segja 2024. Áfram verður að skoða hvort að sú vatnslögn komi til greina sumarið 2025 sem almannavarnalögn. Þessi útfærsla af lögn töluvert ódýrari en lögn sömu gerðar og NSL 3. Allt kapp verður sett á til að leggja NSL 4 sumarið 2025 en til þess þarf margt að ganga upp eins og afhending lagnarinnar sjálfrar sem þoli aðstæður, útlagningarskip og tilheyrandi mannskapur. Þar sem ekki hægt að leggja NSL 4 nú í sumar þá í forgangi að tryggja NSL 3 eins vel og hægt fyrir veturinn. Það verkefni á borðum hjá HS Veitum og svo vinna nú í fullum gangi. Einnig verið að skoða viðgerð á NSL 1, neysluvatnslögn 1, fyrstu lögninni hingað, sem myndi styðja við vatnsflutning til Vestmannaeyja. Unnið samkvæmt viljayfirlýsingu milli HS Veitna og Vestmannaeyjabæjar að þessum verkefnum. Bæjarráð ákvað á fundi sínum 3. júlí síðastliðnum að fela lögmönnum sínum í samvinnu við HS Veitur að höfða mál á hendur vinnslustöðinni, Huginn EHF og Vís til greiðslu fullra bóta fyrir tjónið. Nú orðið laust undir þessum dagskrárlið Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Háæruverðugur forseti, hér til umræðu tjón- og neysluvatnslögn sem að öllum bæjarbúum er kunnugt og við höfum rætt svo sem hér áður. Ég kemur hér upp til þess að ræða þann hluta sem kom fram í orðum forseta hér áðan og innbókun fundarins sem að snýra því að bæjarráð hefur nú ákveðið að höfða mál gagnvart vinnslustöðinni til þess að sækja fullar bætur fyrir því tjóni sem að það fyrirtæki olli vissulega. Og auðvitað getum við farið í umræðu það hvers vegna tjónið varð. Þetta eru óhöpp, slys og mannleg mistök og allt þar á milli sem að gera það að verkum að hið óhugsandi gerist en gerðist þó. Og tjónvaldurinn í rauninni sá sem að hefur nú ákveðið að láta kjurt liggja við það að greiða í rauninni það sem að ákveðið lögbundið hámarksgreiðslur samkvæmt siglingalögum.
eða heimild í siglingalögum til þess að takmarka ábyrgð við slíkt tjón sem eru þessar milljónir sem ræddi, sem eru auðvitað bara brot af því sem að þarf til þess að bæta tjónið að fullu. Það hefur verið rætt hér hvernig Vinnslustöðin hefur brugðist við og viðtali við forsvarsmenn þess fyrirtækis, og ég verð að viðurkenna að ég horfði á þetta viðtal og það sem kom upp í hugan á mér var sjónvarpsþáttaröð sem var sýnd fyrir ekki svo löngu sem heit Fangavaktin, og þar fór, ég hef áður vitnað til mynda og sjónvarpsþáttaröða, þar fór einn fangi í kröfugöngu og krafðist ranglætis en ekki réttlætis. Hann var svolítið einfaldur, greyið, en hann krafðist ranglætis en ekki réttlætis, þegar að krafa náttúrulega átt að vera akkurat svo andstæða. Ég fór að hugsa þetta þegar að var rætt í viðtali samfélagslega ábyrgð. Samfélagsleg ábyrgð sem snerist það að hámarka hag fyrirtækisins, að reka fyrirtæki með eins miklum hagnaði og mögulegt væri. Og það væri samfélagslega ábyrgð. Þessi skýring, fyrir það fyrsta er ég algjörlega andstæð á öndverðu meiði við þann sem lét þetta falla, og ég hef hreinlega ekki ennþá heyrt af þeim Vestmannaeyingi sem deilir þessari skoðun. Það er að segja að sú skoðun sem þarna er sett fram, að samfélagslega ábyrgð felist í því að fyrirtæki gerir það sem því sýnist, veldur tjóni og segir síðan við samfélagið, heyrðu, þið bara bætið þetta fyrir mig. Þið bara sjáum það að borga þetta. Eini aðilinn sem að kemur skaðlaus út úr þessu tjóni er sá sem olli tjóninu. Algjörlega skaðlaus. Tryggingafélagið borgar einhvern lítinn hlut, bæjarbúar eiga þá að borga restina, stærstan hlutan, langstærstan hlutan, og fyrirtækið ætlar ekki að gera neitt. Þetta er þessi samfélagslega ábyrgð. Ég fór nú og skoðaði þetta hugtaka en samfélagslega ábyrgð. Samfélagslega ábyrgð felst í því hjá fyrirtækjum að gera fyrir samfélagið aðeins meira heldur en lög krefja það að það geri eitthvað aðeins meira, spýti aðeins í fyrir samfélagið, leggi aðeins meira til heldur en bara þyrfti að lágmarki, og orðspor fyrirtækjana er undir þegar við ræðum samfélagslega ábyrgð. Fyrirtæki sýna samfélagslega ábyrgð í verki til þess að orðsporið sé gott, til þess að samfélagið samþykki þessi fyrirtæki, og fyrirtækin geti þar að leiðandi starfað í sátt og samlyndi við bæði samfélagið, íbúana, önnur fyrirtæki og svo framvegis. Hér á þetta fyrirtæki ætlar að segja, ok, vissulega var öllu við þessu tjóni eða skip á okkar vegum sem olli tjóninu, en til þess að sýna í þeirri viðleitni að sýna samfélagslega ábyrgð, þá ætlum við að skila eigendum okkar arði í stað þess að láta að greiða fyrir það. Þetta hnaut ég og ég verð að viðurkenna að ég gæti ekki verið meira ósammála þessari skilgreiningu á samfélagslegri ábyrgð. Ég fór líka og skoðaði reikninga, bæði reikninga Vestmannaeyjabæjar og reikninga þessa félags. Og hér er brjáluð staðreynd sem að ég komst að. Hagnaður VFSV á síðast ári, samkvæmt ársreikningi, voru 4,7 milljarðar. 4,7 milljarðar var hagnaðurinn. Þetta er hálfu milljarði, 500 milljón krónum meira heldur en allt útsvar, allar útsvarstekjur og allur fasteignaskattur í Vestmannaeyjum, til Vestmannaeyjabæjar. Hálfu milljarði meira hagnaðist þetta fyrirtæki heldur en allur fasteignaskattur og allt útsvar Vestmannaeyjabæjar. Og svo má bæta við að greiddur arður á síðasta ári var töluvert meiri, þar sem að fyrirtækið ákveða að greiða eigendur sínum út úr fyrirtækinu, var töluvert meiri og reynar helmingi meiri
heldur en niðurstaða bæjarsjóðs sem þó var mjög góð, 230 milljónir. Og svo getum við talað um ríki í ríkinu. Bæjarráð ákvað á fundi sínum að fela lögmönnum að höfða mál gagnvart vinnslustöðinni til þess að fá tjónið bætt að fullu. Ekki bara það sem að tryggingafélagið þarf að borga samkvæmt einhverju úreldu ákvæði í siglingalögum sem að heimilar þeim að borga náttúrulega bara brot af þessu. Við erum að hugsa hagsmuni bæjarbúa. Hagsmuni bæjarbúa sem að ef af þessu verður að þá gæti komið til þess að kostnaður á hvert mannsbarn í Vestmannaeyjum sé það bil 300.000 krónur. Og hvern einasta mann, konu og barn í Vestmannaeyjum. Og þetta auðvitað eins og kom fram í máli bæjarstjóra hér áðan, auðvitað þetta ekki léttvæg ákvörðun. En þetta siðferðilega rétt ákvörðun. Og þetta samfélagsleg ábyrgð bæjarfulltrúa og bæjarráðs að sætta sig ekki við það að fyrirtæki geti sagt við ætlum að skila okkar eigendum hagnaði og þá getum við ekkert verið að bæta tjón sem við völdum. Þetta náttúrulega engin hemja. Við hugsum hagsmuna bæjarbúa og þar af leiðandi tökum við þessa ákvörðun eftir nota bene að hafa ítrekað reynt að fá vinnslustöðina til viðrana við okkur til þess að klára málið í sátt. Bæði við Vestmannaeyjabæ og við íbúa bæjarins. Og við vitum ekkert hvað kemur út úr þessu, kannski endar þetta vel, kannski munu dómstólar sjá okkar rök í málinu, en kannski ekki. Og það alltaf þessi spurning sem við stöndum frammi fyrir, en þetta réttlætismál. Og ég talaði Kenneth Mána hérna í upphafi. Hann vildi ranglæti og ekki réttlæti. Ekki ósvipað því og skilgreining ákveðina á samfélagslegri ábyrgð sem einhvern veginn öfugsnúin. En við viljum réttlæti í þessu máli fyrir bæjarbúa. Það okkar skylda. Takk fyrir þetta. Orðið laust undir þessum dagskrárlið með leyfi varaforseta. Vildi ég kannski aðeins hnýta við þetta sem lýtur að þeim vonbrigðum sem við höfum orðið fyrir með viðbrögð vinnslustöðvarinnar í málinu og það svo sem ýmislegt við þetta athuga sem fyrir nú utan það sem þegar hefur komið fram. Þá segir forsvarsmaður fyrirtækisins, forstjóri vinnslustöðvarinnar, þá beinir hann svona þeirri föðurlegu ábendingu til bæjarstjórnar Vestmannaeyja að hann ætti nú að einbeita sér að viðgerðum á leiðslunni en ekki lögfræðinni í kringum þetta mál. Sem nú svona, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla þetta, einhvers konar sambland af dramsemi og derringi sem býsna óviðeigandi í þessu samhengi. Fyrir nú utan það að þetta ekki fyrst og fremst lögfræðilegt úrlausnarefni. Fyrir því verður séð fyrir dómstólum samkvæmt ákvörðun bæjarráðs. Þetta nefnilega líka siðferðilegt úrlausnarefni. Þetta ekki bara spurning lögfræði, þetta spurning siðferði. Sá bætir tjón sem veldur. Hefur nú verið svona aðalreglan frá landnámi á Íslandi og það það sem þetta snýst Siðferði sagði ég og samfélagslega ábyrgð sem hefur verið komin hérna aðeins inn á. Langstærsti einstaki hluthafi vinnslustöðvarinnar Kaupfélag Skagfirðinga sem að mörgum og réttilega, sennilega, annálað fyrir þá samfélagslegu ábyrgð sem það sýnir í sinni heimabyggð og leggur til þeirrar byggðar langt umfram það sem lög kveða á eins og formaður bæjarráðs kom hérna inn á áðan sem skilgreiningu á samfélagslegri ábyrgð. Og kannski ætti
vinnslustöðin að sækja námskeið til þessa stærsta hluthafa síns það hvernig samfélagsleg ábyrgð, hvernig henni framfylgt. Og það ætla ég að leyfa mér að fullyrða hér að hefði nú skip Kaupfélags Skagfirðinga valdið sambærilegu tjóni á eigum íbúa á Sauðárkróki og vinnslustöðin gerði hér, já þá hefði Kaupfélags Skagfirðinga ekki sagt við íbúa á Sauðárkróki, þið skulu bara borga þetta sjálfur. Ef fleiri kveða sér ekki ljós, þá ætla ég að lesa hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn styður niðurstöðu bæjarráðs að höfða dómsmál til að heimta fullar bætur fyrir það tjón sem útgerð vinnslustöðvarinnar olli á vatnslögninni milli lands og eyja. Fyrir liggur að tjónin nemur að minnstakosti 1500 milljónum króna en útgerðin og tryggingafélag hennar freista þess nú að takmarka bæturnar við 360 milljónir króna samkvæmt heimildarákvæði í siglingalögum. Þrátt fyrir umrætt heimildarákvæði ekkert sem bannar vinnslustöðinni að bæta að fullu það tjón sem fyrirtækið hefur valdið bæjarbúum. Það væri viðskiptalega ákvörðun sem félaginu fyllilega heimilt að taka. Tjónið gríðarlegt, nemur að minnstakosti 300.000 krónum á hvern bæjarbúa. Það siðferðislega óásættanlegt að þessu tjóni verði eingöngu velt yfir á íbúa í Vestmannaeyjum með hækkun skatta og gjalda á meðan tjónvaldurinn sjálfur, vinnslustöðin, sé eini málsaðilinn sem komist skaðalaus frá því tjóni sem hún olli. Vinnslustöðin hefur hafnað óskum Vestmannaeyjabæjar viðræður vegna málsins og því óumflýjanlegt að gæta hagsmuna bæjarbúa fyrir dómstólum. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá sem aðkoma sveitarfélaga að nýundirrituðum kjarasamningi á almennum markaði, svokölluðum stöðugleikasamningi Íris Róbertsdóttur. Forseti, þetta mál á sér tölvöld langan aðdraganda og byrjaði bara fyrir nokkrum mánuðum þegar var verið að semja á almenna markaðnum og bæjarráð var búið að taka fyrir að við skildum mæta þeim áskorunum frá sambandinu að þær gjaldskrár sem hefðu hækkað áramót myndi ekki hækka meira 3,5% en við vorum með geymdum ákvarðanatökuna, bæði bæjarstjórn og bæjarráð, varðandi gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Bæjarráð samþykkti núna og leggur til við bæjarstjórn að sveitarfélagi taki þátt í því að vera með gjaldfrjálsar skólamáltíðir enda ekki eins og það sé neitt sérstaklega mikið val fyrir sveitarfélagið. Það búið að stillis upp gagnvart öllum samningum og þetta bara hlutur sem að við í rauninni göngum inn í en þetta mun hafa áhrif hjá okkur. Þetta verður töluvert hærra sem sveitarfélagið mun greiða en það eru í dag 330 börn sem nýta sér skólamáltíðir en áramótin síðustu voru 550 börn í grunnskóla Vestmannaeyja. Þannig þá eftir að koma í ljós hversu margir munu nýta sér það að fá þessa gjaldfrjálsu skólamáltíðir sem ríkið ætlar að greiða 75% og við 25%. En það sem kannski var helsta gagnrýnin í þessu öllu saman var hvernig þetta var ákveðið og það að þetta sé tekið í gegnum jöfnunarsjóðinn. Það svo óboðslega auðvelt fyrir ríkið eftir 4 ár að sleppa því að borga þetta framlaginn í sjóðinn en áfram situr sjóðurinn með greiðsluna til sveitarfélagana sem þýðir að annars lækkar. Þannig að þetta var ekkert sérstaklega gott í meðförum þingsins, það var ekki tekið tillit til neins, hvorki frá sambandinu eða sveitarfélagun sem sendin og þetta getur alveg verið falleg hugsun, en það margt ýmislegt annað sem þarf að huga að, meðal annars matasóun. Og við höfum ákveðið það hér að það gerð krafa út af þessu framlagi ríkisins ákveðna skráningu, en við viljum bæta hana í samráði við skólan og líka ekki bara skrá hverjir eru skráðir í mat, heldur hverjir borða. Ef það eru 150 börn skráð í þennan matatíma og það koma bara 100, þá það auðvitað mjög mikil sóun, af því að kannski langar mér ekkert í matinn sem á boðstólum og ég kom bara með nesti af því mamma hvað sem borgar þetta ekki.
Þannig, svo getur vel verið að þetta gangi vel, en allavega aðferðafræðin við þetta, hvernig þessu var komið inn og hvernig þetta var gert, sambandið mótmælti því á endanum mjög harðlega og við sendum líka inn athugasemdir, en bæjarráð leggur til að við, og þetta er lagt til að bæjarráði að samþykkja þetta og auðvitað gjaldskrárnar sem eru undir sem varða börn og viðkvæma hópa, að við pössum upp á þær með þessi 3,5% og við bara leggjum það hér fyrir bæjarstjórn að gera þetta með þessum hætti. Takk fyrir þetta, Íris. Já, á þessum grundvelli, eins og fram hefur komið, þá var á fundi bæjarráðs númer 3218, 3. júlí. Þá tók ráðið fyrir þessa áskorun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi það að draga tilbaka gjaldskrárhækkanir umfram 3,5% annars vegar og hins vegar að sveitarfélög bjóðu upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir, vildi ég sagt hafa frá og með næsta skólaári. Í framhaldi hafa borist frekari upplýsingar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi útfærslu og útreikning á kostnaði við gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Hér liggur fyrir, sem sagt, tillaga frá bæjarráði að verða við áskorun Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að uppfylla forsendur kjarasamninga. Bæjarráð leggur til að gjaldskrár snúa að barnafjölskyldum og viðkvæmum hópum lækki frá og með 1. ágúst næstkomandi og að boðið verði upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir grunnskólabarna frá haustinu. Nú er orðið laust þessa tillögu. Eyþór Harðarson, Björgvin. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, ég tek svo sem bara undir það sem að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir fór með hérna áðan, en þetta mál kom til umræðu hér fljótlega eftir að formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga skrifaði undir yfirlýsingu stuðning ríkisstjórnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamninga síðastliðið vor. Okkur fannst illa vegið að sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga með þessari yfirlýsingu sem gerð var í óþökk fjölda sveitarfélaga á sínum tíma. Eitt af stóru málunum þá var ákveðið að útfæra leið til að skólamáltíðir grunnskólabarna yrðu gjaldfrjálsar frá og með ágúst 2024 út samningstíman. Ég get ekki síðan að sveitarfélög hafa lítið val í þessum ákvörðunum og okkur stilt upp sem mögulegum aðilum sem verða þess valdandi að kjarasamningar verði sprengtir í loftum ef við samþykjum ekki að fara í gjaldfrjálsar máltíðir í grunnskólum næstu árin. Vonandi verður þetta útfært þannig að matarsóun og leið peningasóun verði ekki mikil, en við það maður hræddur Samkvæmt drögum að framlögum ríkisins Vestmannaeyjabær að fá ca. 20 milljónir fyrir haustönina í þess sem framlag og sem ætti þá að vera sambarilegt og 75% af framlögum foreldra. Bæjarfélagið þá með tvísarsunum, maður var aðeins að reyna að átta sig á þessu, hvað þetta þýðir fyrir okkur þegar við fengum þessi drög og hvernig þetta útfært, að þá erum við að borga tvísarsunum 7 milljónir eða 7 milljónir fyrir hvora önn, þarna eru 14 milljónir allavega í viðbótarkostnað lágmark sem líklega vanáætlað hjá sambandinu. En það eins og annað sem reiknað fyrir öll sveitarfélög að þetta misjafnt og kemur misjafnt út. En núverandi kostnaður samkvæmt mínu spjalli úr bæjarráði að við erum að eyða cirka 12-13 milljónum á ári í kostnað með þessum máltíðum í grunnskólunum, en þetta fer þá í rúmar 30. Þannig að við erum að tala að þessi samningur hjá ríkinu, sem að Samband sveitarfélaga gerir við ríkið, að kosta okkur líklega lágmarki 20 milljónir á ári í aukakostnað. Og svo eins og kom fram hérna ekkert val fyrir okkur annan að lækka verðskrár eins og samkomulagið kveður á en þetta því miður oft á tíðum staða okkar bæjarfulltrúa að uppfylla og fjármagna aðgerðir sem aðrir en við ákveðum. Þessi peningar kom úr sameiginlegu sjóðum bæjarins sem að stærstum hluta útsvarið sem bæjarbúar borga og þar af leiðandi þyngir þetta reksturinn. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri tjá sig málið? Gísli Stefánsson, Björgvin.
forseti, bæjarfulltrúar. Ég einn af fjölmörgum sveitarstjórnarfulltrúum hér á landinu sem að horfum á þetta mál með bara töluvert miklum aðalega hvernig það er unnið, og mér finnst þó að fordæmin séu svo sem til áður, þar sem að eins og kom fram í eins og kom fram í ræðum þeirra bæjarfulltrúa sem hafa talað um málið hér á undan, að þá er þetta svo mikið fyrsta skipti sem er tekið fram fyrir hendur sveitarstjórna, en þetta er gríðarlega stórt og vandarsamt mál vegna þess að það byggir á geðþóttaákvörðun, og líka bara þetta setur alveg skelfilega vont fordæmi, og þetta gerir sko ég upplifi bara svolítið það að ég sé þó ég komi upp til að tala og þó að við séum nokkuð búin að ræða þetta mál, að við séum bara að sóa tíma okkar, og það er nóg komið að því hjá ríkinu. Það vex víða bara báknið vex, og það þarf að ráða fólk til þess að sinna alls konar verkefnum sem að einhverjum snillingum dettur í huga að sé frábært að því sé sinnt einhvers annar staðar heldur en hjá þeim sjálfum. Og þegar maður hlustar á svona yfirferðin eins og búið að koma fram, þá fyllist maður bara svona ákveðinni reiði, og ég neitaði bara ekki að ég er bara sko ég er ekki búin að vera náttúrulega, ég er ekki búin að sitja lengi í bæjarstjórn, en mér finnst þetta alltaf vera að koma eitthvað fyrir, eitthvað svona æfingar sem er bara svona, gerðu svo vel, hér er verkefnið, og þessu klínt á okkur. Það er líka búið að koma ágætlega inn á þetta með sónuna á sama tíma, og við erum að hvetja fólk að sýna umhverfinu meiri, sýna bara meiri aga gagnvart umhverfinu. Þá erum við að hvetja til þess að í raun og veru ríkið að hvetja okkur til þess að sóa mat, og ég skil ekki af hverju við þurfum að gera það, vegna þess að mín reynsla bæði sem eftir að hafa setið sem fulltrú í fjölskyldu- og tómstundaráði, þar sem að ég hef fengið að kynnast bara ágætlega okkar góða, sterka félagslega kerfi, og hafa starfað sem kennari, og bara hafa átt börn sem að og starfað innan kirkjunnar, þar sem að við erum að aðstofa fólk mjög mikið. Þá sé ég ekki annað en að vilji allra og alls það sé bara að tryggja þennan einfalda þátt að allir fá að borða. Í þessu minni samfélagi þá vitum við hverju þetta eru, og við vitum líka að kennarar hafa sýnt alveg ótrúlega mikinn bæði þokka og gæði af sér að passa upp á þá einstaklingar sem að eru í vandræðum hvað þetta varðar. Og við verðum að treysta þessu fólki en ekki klína einhverju svona vitleysu ofan á. Og ég held að ljúka bara málum. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Fleiri? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjör svo vel. Já, ég ætla að hafa þetta örstutt, en ég kannski ekki tekið undir maður sem kom fram í ræðu Gísla, og það er svona með ákveðnu óbragði í munni sem að maður samþykkir þessa ákvörðun. Eins og Milton Friedman sagði einhver tímann, there's no such thing as free lunch, og eins og við ræddum í vinnslustöðinni, það er alltaf einhver sem kemur til með að borga. Og það er alltaf þessi tilhneiging líka þegar að fólk þarf ekki að borga fyrir hlutana, að þá sé ákveðin hætta á sóuninni eins og er búið að koma fram. Og það er líka eitt annað, og það hefur oft verið ákveðin mikilvægur þáttur sem að sveitarfélagi þarf þá líka ennþá betur að fylgja eftir, og sem ráðsmaðurinn í fræðsluráði tekið það nú kannski svolítið bara beint til mín, að það er að fylgjast með gæði þjónustunnar. Og þegar þú ert ekki sjálfur kaupandi eða borgandi fyrir þá þjónustu sem þú ert að kaupa, að þá auðvitað kannski setur þau heldur ekki eins mikla kröfur á afurðina. Þannig að það er líka eitt sem að þarf að skipta máli, að við fylgjum með og fylgjumst með, og hefur svo sem verið að mínum að það var farið í ákveðna vegferð fyrir ekkert svo mörgum ára síðan, þar sem að gæði
svona óskaði eftir hugmyndum frá foreldrum og ég tel að það sé mikil ánægja með þetta, en þetta er samt alveg ákveðin þáttur sem að við þurfum líka að huga. En eins og ég segi þá mun ég samþykkja þessa breytingu en vil taka það fram að það er gert með algjöru óbragði í munni og þessi aðferðafræði sambandsins að fara hvernig þetta er gert án alls samráðs og ég vil bara hrósa Oddvita Eyþóri Harðarsyni fyrir að taka þátt í mjög góðum greinaskrifum sem Oddvita Sjálfstæðisflokksins skrifuðu þar sem að þessu var harðlega mótmælt og ég bara tek undir hvert orð sem var í þeirri grein skrifuð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég þessa tillögu bæjarráðs undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja framkomna tillögu bæjarráðs skjöra svo rétt upp hend. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Tekið fyrir 3. mál á dagskrá, goslokahátíð 2024, Íris Róbestsdóttir, gjörðu svo. Forseti, goslokahátíðin sem var haldin hér í síðustu viku heppnaðist með afbrigðum vel, var haldin í blíðskaparveðri með bara frábæru og fjölbreytti dagskrá. Þá voru ýmsar nýjungar og breytingar gerðar á hátíðinni en bara mikill og góður rómur gerður af henni en svona hátíð gerist auðvitað ekki sjálfum sér. Þau voru Sigurhanna Friðþórsdóttir, Erna Georgsdóttir, Súsanna Georgsdóttir, Magnús Bragason og Birgir Níelsen voru í þessari goslokanefnd og ég vil bara færa þeim þakkir. Eins strákonum í þjónustumiðstöðinni sem voru hér á hlaupum að græja og gera og svo öllum þeim krökkum í vinnuskólanum og sumavinnunum sem komu að þessu. En það er ofboðslega gaman að ganga götur Vestmannaeyja þegar þessi hátíð og í þetta skipti heimsótti menningamálaráðherra okkur, Lilja Alfreðsdóttir, menningaviðskipta- og ferðamálaráðherra og hún var agalega hrifin á þessu öllu og ég sagði henni það væri náttúrulega bara þannig að við gerðum allt í helgum. Við höldum aldrei svona 1 dag en við gerum allt í helgum á mörgum dögum. En bara enn og aftur, þetta var rosalega vel heppnað, frábærlega vel uppsett hátíð hjá nefndinni og ég vil bara fyrir hönd okkar bara þakka kærlega fyrir það. Og svo með tillögu að sameiginlegri bókun með sem er inn af þetta sem ég var að segja. Takk fyrir þetta, Íris Róbestsdóttir. Ég les bókun áður en orðið verið laust, venju samkvæmt. Goslokahátíðin var haldin dagalega 3. til 7. júlí síðastliðinn, en nú eru 51 ár liði frá goslokum. Dagskrá hátíðarinnar var að venju metnaðarfull og fjölbreytt með ýmsum menningar og listviðburðum ásamt skemmtilegri afþreyingu fyrir börn. Hátíðin sem var afar vel sótt tókst með eindæmum vel í blíðskaparveðri og var hátíðasvæðið á nýuppgerðu Viktartorgi sérstaklega vel heppnað. Vill einhver taka til máls undir þessum dagskrálið? Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langaði bara að koma inn á breytinguna. Mér var svo skemmtilegt þarna að tvískipt barnadagskránni. Það var líka á föstudeginum og vildi bara þakka fyrir það. Það vakti mikla lukku, sérstaklega þessi spil sem ég frétti svo að vinnuskólan krakkar gerðu. Mér langaði bara að þakka og skemmtilegt hvernig kynslóðirnar mætast á þessari hátíð og bara bæjarbúar takið þátt, annars væri þessi hátíð ekki svona miklum blóma. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Rún Róbestsdóttir. Forseti biðst afsökunar á að hafa brotið sjálfur reglur fundarsköp og nefna ekki ræðumann og bæjarfulltrúa með fullu nafni hérna áðan þegar ég kynnti hana til sögunar. Orðið er enn laust. Þá hafa fleiri ekki kvatt sér hljóðs og ég les þá hér sameiginlega bókun. Var það sú bókun sem glemtist að setja en ég vona að hún verði sameiginleg samt en þið fáið þá tækifæri til að gera athugasemdir hér á eftir. Bæjarstjórn vill koma á framfæri þakklæti til goslokanefndar og starfsfólks bæjarins fyrir skipulagningu og umsjón með goslokahátíðinni og jafnframt þakkar bæjarstjórn öllum þeim fyrirtækjum og einstaklingum sem lögðu hátíðinni lið og þeim sem þátt tóku í viðburðinum. Stendur þessi bókun athugasemdalaust af allra hálfu í bæjarstjórn?
Þá er þessum dagskrálið lokið. Tekið fyrir 4. mál á dagskrá. Bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3218, liðir 4.1 til 4.13 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 5. mál á dagskrá. Fræðsluráð Vestmannaeyja fundur 386, liðir 5.1 til 5.5 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 7. mál á dagskrá. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja fundur 305. Þar liggja liðir 6.1 til 6.3 fyrir til upplýsinga. Og þá er tekið fyrir 7. mál á dagskrá sem er framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja fundur 307. Þar sem liður 7.1 liggur fyrir til upplýsinga. Loks er tekið fyrir 8. mál á dagskrá sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 404. Liður 8.1 stytting Hörgeirargarðs, deiliskipulag og framkvæmdaleyfi liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þennan lið. Vill einhver tjá sig? Svo er ekki. Þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta deiliskipulag og framkvæmdaleyfi gjöra svo vel og gefa merki og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá er tekið fyrir liður 8,85 Strandvegur 51. Umsóknum breytingu á deiliskipulagi sem liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu á deiliskipulagi gjöra svo vel og gefa merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 8.2 til 8.4 og 8.6 til 8.12 liggja fyrir til upplýsinga. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi. Þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarhlé. Næsti fundur verður haldinn 11. september næstkomandi. Samkvæmt 10. málsgrein 28. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar númer 991/2020 fer bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefur ella í sumarleyfi bæjarstjórnar. Ég vona að sumarið verði okkur öllum gleði og gæfu ríkt. Fundinum er slitið.